Jæja, heyrðu, þá ég búin að aðgreina öll sýnin og þau, ég komin með vökva í 12 tilraunaglös frá glasi 1 sem hér og til glas 12 sem hér. Þannig að eru 12 glös og þau eru sum hver, eins og sést nú á 3 síðustu glösunum, þá erum við með gular lausnir. Við erum með örlítið rauðar lausnir í miðjunni og svolítið bláleitar lausnir fremst. Það sem ég búin að gera núna að setja þessa niðurstöðu töflu upp á töfluna, að lyfta þessu fyrst aðeins upp. Búið þið til töflu í vinnubókin ykkar þar sem þið eru með þessa hér dagga, þar sem við erum með tilraunaglas frá 1 niður í 12. Svo litur og þá það spurning hvaða litur á lausninni í glasinu. Og nú maður náttúrulega eitthvað að velta fyrir sér hver raunverulegur litur þessara jóna. Vorum við með grænan lit fyrir kóbalt, nikkel, rauðan lit fyrir kóbalt og gulan lit fyrir járn. Þannig að þetta gæti verið vísbending allavega að þessar jónir séu mismunandi á litin. Og það sem og svo eru 3 efnapróf sem ég ætla svo að fara betur í, þar sem verið að prófa fyrir hvaða jónir í hverju glasi. Og fyrst það liturinn og eru þessi glös frá 1 og ég hefur náttúrulega verið gott að hafa ykkur í meiri nálægð. En það virðist vera glas 1 sé glært, en það sé svolítið grænn litur í allavega glösum 2 og 3. Sjá, það kveikja ljósið. Þannig að örlítill grænn litur í glösum 2 og 3 sem nú ekki auðvelt að sjá. En ég ætla að skrifa hér þá grænn. Ég skrifa þá bara ekkert það sem engin litur Svo fer ekkert á milli mála að í glasi 1, 2, 3, 4, 5, 6 erum við með bláan lit. Þannig að það í glasi 6 blár og svo hann örlítið út í við skulum segja sér svona bláleitur og örlítið út í hreinlega fleikan í glasi 8. Svo erum við komin yfir í gulleitan og svo bara fagurgulan lit. Þannig að 9 gul leitur, 10 gulur og svo 11 og 12 báðir gulir, sem sagt dökkgulur og aðeins ljósgulari. En gulur og ljósgulur setja síðast. Þannig að það ljóst að það eru þarna, þessar 3 mismunandi jónir eru þarna á ferðinni og nú að sjá hvaða jónir eru þá í hvaða glasi. Og það sem við gerum að við erum með 3 próf og við erum með plötur, 3 svona plötur. Þetta voru þetta kallað hólubakkar, þar sem við getum tekið þá sýni úr glasi 1 og sett í eina hólu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Þannig við tökum 3 dropa úr hverju glasi og setjum á plötuna. Og við þurfum alltaf 3 svona plötur, af því að við erum með 3 mismunandi próf. Og þá ef við færi aðeins myndavélina, og sé á tölvuna hvernig þetta kemur út. Að ég færi myndavélina aðeins til hliðar og svo get ég aðeins lækkað töfluna.
svona. Þá erum við komin með hérna þennan hluta þar sem það stendur svo sem ekkert ofar hér. Þetta eru þá bara að þessi próf sem eru gerð. Að við erum hérna með 3 plötur eða þessa holubakka sem við erum þá með það í huga við hefum þessa 1, 2, 3, 4 og upp í 12, þannig að 12. glasið er hér. Og þannig að það eru þá 3 dropar úr hverju glasi í 1 hólf á 3 holubökkum sem þýðir það að sýni úr tilraunaglasi 1, sem sagt 3 dropar, fer í hólf 1 á öllum bökkunum. Þannig að á öllum bökkunum færi 3 dropar úr glasi 1 hér. Og svo er það þá prófin sjálf sem að eru sértæk. Þetta er það sem maður þarf að gera þegar maður er að aðskilja sína, svo þarf maður að finna út hvar er virka efnið og hvar ekki. Og þetta eru sem sagt þessi 3 efnapróf og fyrsta prófið, það er sérhæft fyrir járn. Sérhæft fyrir járn. Og þetta hérna vorum við með járn 3+. Þannig að við ætlum að athuga í hvaða tilraunaglösum erum við með. Og þá er það sem sagt að við setjum 3 dropa af 0,1 mólar kalíumþíósíðanlaust, SCN, í öll hólfin á plötu 1. Þannig að þá myndum við setja sem sagt kalíumþíósíðanið í öll hólfin hér, í plötu 1. Og sjá hvort að þetta sjáist. Já. Og þá er það efnahvarfið sem á sér stað er að járn 3+, Fe3+, plus SCN-. Þetta myndar járn þíósíðanið sem er með 2 plúsar á og þetta hérna er rautt. Þannig að þá ættum við að sjá að sýni sem að járn er í einhvers staðar í þessum holum, að það ætti þá verða rautt þegar ég bæti við kalíumþíósíðanið. Þannig ég ætla að byrja á þessu prófi og ég ætla að sýna ykkur þá hvernig maður skeri prófið, hvernig þið sem svona fljótvirkast geti látið sýni úr öllum þessum prófum fara í þessu holubakka eða úr öllum tilraunaglösunum. Sjá. Þannig að hérna eru holubakkarnir. Þið snúið svona. Hérna eru síðan tilraunaglösin. Svona. Þannig að hérna myndum við vera með tilraunaglas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og hérna er ég með þessa 3 bakka. Þess að 1, 2, 3. Það sem maður gerir maður er hérna með glas sem að í er afjónað vatn. Síðan tek ég 3 dropa úr fyrsta glasinu. Nei, tek sem sagt sýn úr fyrsta glasinu, set 3 dropa ofan í þetta fyrsta hólf á fyrstu plötu. Fer síðan yfir á næstu plötu og set 3 dropa þar. Og síðan yfir á þriðju plötuna og set 3 dropa þar.
Síðan get ég bara sett afganginn aftur í glasið og skóla síðan í vatninu, bara skóla nokkur sem til þess að losna örugglega við alla mengun úr þessu glasi 1. Síðan fer ég í glas 2 og set 3 dropa í annað hólfið þá í fyrstu plötu, 3 dropa í annað hólfið á annarri plötu og 3 dropa í annað hólfið á þriðju plötunni. Og svo framvegis. Þannig að svona setur maður þá sýni af öllum glösunum í og skólar alltaf á milli. Og þetta var þó allavega, já, og hérna kannski sjást betur aðeins litirnir á þessum glösum, ég veit það ekki. Nema það að ég þá búin að, einn kostur við það að vera að taka upp og maður getur verið búin að einhverju áður. Þannig að hérna ég með þessar 3 plötur og hérna hef ég þá hugsað mér að gera 3 próf, sem sagt próf 1, 2 og 3, þar sem fyrsta prófið væri fyrir járni. Og hérna ég með sem sagt 1, 2, 3, 4 og hérna upp í 12. Það sem ég geri núna að ég hérna með lausn, þetta sem sagt 0,1 mólar KSCN. Það sést nú ekki mjög vel á þessum miða. En þessa hérna flösku ætla ég að opna. Og svo tek ég hérna upp í pípettu þessa lausn og set núna 3 dropa í hvert einasta hylki. Hérna kemur oft smá svörun. Það gerist ekkert í 2, örlítið í 3, ekkert í 4, ekkert í 5. Svolítið djúpt á þessu. Svo kemur hérna, já, 5 ekkert, 6 ekkert, 7 ekkert, 8, hérna kemur svolítið rauður litur. Hérna kemur þess að djúprauður litur í 9, 10, já, sem sagt 9, 10, 11 og 12. Þannig að hérna erum við þá komin með að það sé alveg á hreinu, þó það sé nú einhver smá svörun hérna. Það eiginlega alltaf þessi tilraun gerð, þá kemur örlítil svörun hérna í byrjun. En það spurning hvort að það sé hreinlega járn sem varð eftir á súlunni, eftir síðasta. Af því að það fer ekkert á milli mála að það járn hérna í þessum glösum 10, 11 og 12. Þannig að það þá fyrsta prófið og hérna myndi ég þá setja á töfluna. Aðeins að hekka þetta upp. Þá get ég sett hérna á töfluna að í glösum, og það þarf að ná þetta niður í neðri hæðir. Svona. Að þá fyrir próf 1, þá nóg að segja hér að þessi svörun í glasi 10, 11 og 12. Þess að bara hérna þessum 3 glösum þar sem við fáum þennan sem sagt blóðrauða lit, þar myndum við segja að járn hafi verið til staðar, samkvæmt þessu prófi. Svo hérna, þannig að þetta myndi þá vera sem sagt próf 1 og við krossum bara við þessi hérna 10, 11 og 12. Nú, síðan það þá næsta próf sem fyrir, sjá, það fyrir nikkel. Svona.
töfluna þessu. Ég ætla þá að fá að taka út hérna fyrsta prófið. Þessu þetta hérna líka. Þá það próf 2. Hérna erum við að nota hérna 10% ammóníumþíósíanýlausn. Og þetta hérna sérhæft fyrir járn. Þetta sérhæft fyrir járn og kóbalt, þannig að það járn og kóbalt. Ekki nikkel. Og það sem að gerist hér að í þessari, þetta í asetónlausn. Þannig að það skiptir máli að hérna erum við náttúrulega með þíósíanið. Þetta skiptir máli hver leysirinn í þessu tilfelli fyrir hérna kóbaltið. Þannig að hérna erum við með járn. Þegar það hvarfast við þíósíanið, þá fáum við hérna aftur FeSCN 2+ og þetta hérna var eins og áður. Sem sagt rautt efni sem myndast, eða rauðlausn. Fyrir kóbaltið, kóbalt 2+, þá það 4 þíósíanið sem mynda kóbalt SCN 4 og þetta væri þá 2- og þetta hérna blágrænt. Hérna svona blágrænt efni sem að myndast. Og hérna þarf við þá að setja 3 dropa af þessari lausn í næsta bakka. Og síðan hérna síðasta lausnin, þá þarf ég að hérna fara inn í loftskáp. Þetta nú við, þá aftur að ná myndavélina. Nú vill svo til að því að þetta hérna fest sem sagt leyst upp í asetónu og asetónu svona rokjarleysir. Þannig að það svolítið hætta á því að hann hérna rjúki upp úr hérna dropateljaranum. Þetta þá próf 2 og hérna erum við með 10% NH4 SCN í asetóni. Þetta ætla að vera snöggt að setja 3 dropa af þessu í hvert hólf. Við vitum svo sem að járnið það sem að þessi græni En það þá spurning hvar kóbaltið kemur. Þarna kemur aftur svörun þarna í fyrsta. Sjáu þarna, þessi fallegi blái litur. Örlítið hér, svo kemur rautt og rautt. Þannig að hérna erum við komið með. Það sem sagt aftur svörun hér í fyrsta hólfinu sem að væntanlega út af járni sem hefur orðið eftir á súlunni. Svo hérna engin svörun, svo kemur örlítill grænn litur hérna í 7. tilraunaglasi, svo kemur 7, 8 og 9. Þar eru hérna bláir litir og svo erum við með fagur rautt þá í 10, 11 og 12. Þannig ef við setjum þetta hérna á töfluna, þá getum við sagt að fyrir próf 2 þá voru það glös 7 og 8 og 9 fyrir próf 2, 7, 8 og 9 að þar erum við þá með hérna svörun fyrir hérna fáum við hérna bláa lit. Og síðan eftir sem áður í hinum vorum við með hérna
í prófi 2 þá fær svörun og þetta hérna myndi þá vera þessi rauði litur. Og þá að lokum það síðasta prófið og það aðeins hérna erfiðara af því hérna erum við með þurfum við fyrst að gera lausnina basíska með ammóníaki, NH3, sem hérna rammsterkt og náttúrulega ekki góð lyktin af því. Þannig að það þarf að hafa það inn í stikkskáp eða sem sagt ekki vera að þefa af þessu svona ekki að leika sér að því allavega. Þannig að þá kemur hérna síðasta og það próf 3 sem þá fyrir nikkel. 3. Hérna það 1% dimetoxyglín heitir þetta. Og DMG skammstöfunin. Og þetta efni sem að hvarfast við nikkel. Nikkel 2 plus 2 DMG mínus myndar nikkel DMG 2 og þetta hérna rauðbleikt á lit. Og það sem við þurfum að gera fyrst sem sagt að við setjum hérna, eða segi hérna, svona 2 til 4 dropa af 15 mólar ammóníaki, NH3. Sem sagt fyrst í hvert hólf til að gera lausnina basíska og síðan 2 til 3 dropa af þessu dimetoxyglín. DMG. Og ég hérna með mynd af þessu DMG, bara til gamans. Það hérna OH-hópur sem tengist N, tvítengi. Það kemur metil, annar metilhópur hér, N og H. Þannig að þetta hérna þá sameindin sem að hvarfast við. Og væntanlega þá hlutverk NH3 að taka burtu þessa OH-hópa til þess að það hvarfist þá við nikkel. Þannig að það sem ég þarf að gera núna að byrja á því að fara með inn í stikkskáp 3. bakkann hér og síðan ykkur í framhaldinu. Svona. Hér þá stinkskápurinn með öllum þeirra efnum sem maður vill síður anda að sér. Hérna ég komin með þetta glas. Hérna þetta 15 mólar ammóníak sem lyktar svona eins og skat á Þorláksmessu og svo þetta þessi díglínlausn. Fyrst það ammóníakið sem svona, það rýkur alveg úr þessu. Það setja svona 3 dropa í hvert af því. 3, 1, það rýkur úr þessu. Ágætt að þetta sé inn í stikkskáp en ekki út á borði.
síðan opna ég þessa flösku. Og set svona 3 dropa af þessari lausn. Svo hérna kemur rauði liturinn í 2, 3, 4, ekkert í 5, örlítið í 6, 7 og 8, þar sem við vitum að kóbaltið er. Svona eins og myndist þarna einhverjir kekkir hér. Við vitum að kóbaltið, að kóbaltið er hér og að járnið er hérna, en þessi hérna rauði litur, þetta myndi vera fyrir hérna nikkelið. Þannig að það myndi þá vera hér í 2, 3 og 4. Þannig ég ætla að skrifa þetta þá á töfluna. Þetta er allt þetta dót. Hérna fáum við þá að sjá próf 3 sem er hér og þetta myndi vera þá 2, 3 og 4. Að hérna myndum við þá vera með kóbaltið. Og þar með er þessum niðurstöðu hluti, eða búin að ná öllum niðurstöðum sem að ég ætla að vinna með. Svo þá ætla ég að skila þessu aftur á myndavélastandinn. Það verður aldeilis fínt þegar þið getur komið aftur í skólann. Það er kannski ekki mjög skemmtilegt að fylgjast með. Svona. Og að lokum, ég ætla að sleppa ljósið hérna. Og að lokum, þá er það úrvinnsla sem er það ágætt að klára bara núna í þessu síðasta vídeói. Og hérna er þá spurning 1. Ritaðu efnahvörfum fyrir myndun jónanna, nikkel, kóbalts og járnklórið frá hvarfi málmkatjóna við klóriðjónir. Það var ég reyndar búin að gera þarna strax í byrjun. En við skulum gera það aftur. Þetta er það þá úrvinnsla. Og í fyrsta lagi var þetta þetta að rita efnahvörfin. Þetta ætti að sjást, já. Þannig að við erum með nikkel, 2+, það hvarfast við og það voru 4 klórjónir og þá myndast þetta jafnvægi sem að gengur lengra til myndefna þegar við erum með mikið styrk af klóri. Og þá myndast nikkel, Cl4, þetta er Aq og þetta er 2-. Í öðru lagi var það kóbalt 2+, plus 4 klórjónir og þá myndast komplexin kóbalt, Cl4, eða kóbaltklórið. Og að lokum var það járn, það var þrígilt og það hvarfaðist við 6 klórjónir. Það gengur lengra til myndefna líka. Hérna myndum við vera með málmkomplexin járn, Cl6 eða járnklórið og svo er það þá hérna 3-. Þannig að þetta eru efnahvörfin sem að er ræðir þegar við útbúum þessa málmkomplexa.
Svo kemur hérna ein málmjónin var kölluð fram með 9 mólar HCl. Það þessi sem kom hérna fyrst af súlunni. Þannig að hún hefði komið hvort sem það hefði verið með 9 mólar, 5 mólar eða 1 mólar laust. Af því að það skiptir máli hversu sterk eða mikill styrkur af klóri. Og það var sem sagt greinilegt að nikkel, það það sem að kemur þarna fyrst af súlunni. Þannig að nikkel var þarna í fyrstu 3 í klasi 2 og 3 og 4. Sem þýðir það að það fyrsta sem kemur á súlunni, þannig að það var nikkel. Svo skýrum við því sem gerist þegar málmljón losnar úr skiptunum og skolast á súlunni. Þetta sem getur sagt sem sagt B, þetta var sem sagt nikkel 2+ kom fyrst af súlu og það sem rauninni gerist einfaldlega það að við erum hérna með þetta jafnvægi nikkel 2+ plus 4 klór mínus að þegar þessi hérna styrkur minnkar eða bara of lítill hreinlega fyrir þennan málmkomplex að þá gengur efnahvarfið til hvarfefna. Þannig ef að efnahvarfið gengur til hvarfefna þá þýðir það að þessi nikkelkomplex hér, nikkel Cl4 2-, hann að brotna niður til þess í rauninni, þetta svona tilraun til þess að auka styrk af klórjónum. Það ekki nægilega miklar klórjónir fyrir hérna þennan komplex til þess að vera stöðugan. Og við það að hvarfið gangi hingað, þá erum við komið með katjón og katjónir þær festast ekki á súlunni. Þannig að styrkur og lítill efnahvarf gengur til hvarfefna og nikkel 2+, og það spurði hvort þið sjáu svo heiðarlega, já, nikkel 2+ losnar af súlu, af því súlan heldur ekki í katjónir, heldur bara anjónir. Nú, og svo spurt í C, hvert málmklórið anjónanna 3 stöðugast. Og stöðugast þá það sem að kemur síðast á súlunni, það sem að þolir þá mestu minnkunina faktist á járni, af klór. Og það myndi vera járn. Þannig að hérna myndum við þá vera með í C. Hver málmklórið anjónanna 3 var stöðugust og það var þá þessi hérna. Járn Cl6 3- stöðugust. Það sem sagt að þessi komplex, þessi anjón, hún þolir mesta lækkun á styrk Cl-. Þannig að það í rauninni stöðugleiki hennar, að þær eru allar að upplifa sömu minnkunina, styrkurinn svo sami fyrir allar jónirnar, en hún brotnar síðast niður í járn og klórið. Þetta við. Já, hérna kemur síðan í D. Litur jónanna kóbalt 2+ og kóbalt klórið mismunandi og því getur lausnirnar í tilraunaglössunum þar sem kóbaltjónirnar eru haft mismunandi lit. Það þá hérna í D. Að í D þá erum við með það að kóbalt klórið, það svona rautt á litin. En hins vegar vorum við að fá bláan lit þegar við vorum með í tilraunaglössunum blár litur. Þannig getum við sagt að kóbalt 2+ í C og Cl2 lausn
er rautt. En hins vegar þessi hérna komplex kóbalt Cl4, Cl4 og þetta var 2 mínus. Hún er bláa litin. Það var sem sagt þessi litur sem við fengum. Og það er einfaldlega það að hérna kóbaltjón, hún gleypir ljós hérna öðruvísi. Þetta er í rauninni sem sagt sitt hvor jónin, annars vegar kóbalt 2+ og hins vegar kóbalt klóríð, anjón. Að þetta er sitt hvora jónirnar og fyrir vikið þá er líka sem sagt liturinn mismunandi. Og þetta er þá hérna, getur sagt að hérna, þetta eru mismunandi jónir. Með þá sem sagt mismunandi lit. Annars vegar erum við bara með kóbalt og hins vegar erum við með kóbaltklóríð. En svo er tekið fram að það breytir svolítið hérna liturinn. Það var hérna þegar við vorum í glasi 6 það blár. Síðan verður það svona blá leitur, hann fór aðeins út í svona fjólublátt og svo er hann orðinn bleikur hér. Og það er einfaldlega að því að í glasi 6 erum við með meira sem sagt sterkari klórlaust heldur en í glasi 8. Hérna vorum við að fara úr hérna 9 mólar í 5 mólar. Þannig að við erum að hérna klórmagnið er að minnka og þá brotnar komplexið niður og kóbaltjónin í rauninni losnar. Þannig að við getum sagt að hérna í glasi 6 er hérna CO, Cl4 2- jón. En í glasi hins vegar 8, þar erum við bara komið með kóbalt 2+ vegna minnkandi hérna Cl- styrks. En þetta var það að eftir hverju gengur þá í áttina til kóbaltjóna. Nú hérna í lokin, ef tími venst til, er hægt að setja eitt tilraunaglas með kóbaltjónum til skiptis í ískalt og 50–60 gráðu heitt vatn og sjá hverjar litabreytingarnar eru. Ég ætla ekki að gera þetta samt sem áður, en ég hef sem sagt aldrei gert þannig, ég hef aldrei haft tíma til þess að gera þetta. Þannig að hérna, ég ætla að sleppa því líka núna. En læt þetta þó gott heita og bara takk fyrir áheyrnina.